Þetta alltaf sama fólki sem heldur að heimurinn sé að farast. Þú breytir því ekki. Svo þú lagar þetta sem eru þeirra hugðarefni, þeir finna bara eitthvað nýtt. Þeir eru alltaf brjáluð. Kringu 95% Íslendinga vill aukna græna orkuöflun. 2/3 Íslendinga vilja fara í olíu og gasleit og vinnslu. Leyfum fólkinu að ráða þess. Kostnaðin við opnu landamærin hér, hversu ekki búið að taka það saman. Og þá viljandi einhvern veginn í ríkisreikningunum ekki haldið utanum heildakostnaðin. Herinn bara færi alveg og svo kæmi hér stríð. Hver var í skotmörk í slíku stríði? Það veru allir alþjóðlegir flugvellir á Ísland. Það var alveg svo Ronald Reagan sagði á sínum tíma að Ísland var í ósökkvandi flugmóðurskip. Karl getur breytt sér í konu sem getur aftur breytt sér í karl sem getur breytt sér í eitthvað sem furry og breytt sér í og þetta sé allt bara eðlilegt að þá erum við náttúrulega komin í einhverja tóma þvælu. Þetta ekki vísindi. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundir eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppvarðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Góðan daginn Heiðar, hvað segirðu gott? Góðan, bara mjög gott. Er það ekki? Jú. Gott að sjá þig. Þetta er þáttur númer 500. Ég hef ekkert verið að pæla í svona tölum eða eitthvað þannig en núna sá ég að það að númer 500 var að nálgast og ég hugsaði hver væri góður þáttur númer 500. Og það var hóla í höggi og þú varst tilbúinn til þess að koma. Já, bara sannur heiður. Þakka þér fyrir. Já, bara þakka þér. Eins og ég segi þá hefur þú verið svona vinsælasti viðmælandinn. Það bara sést á tölunum. Þannig að mér fannst það bara að ég þurfa að gefa hlustendum það að fá þann viðmælanda sem mest hlustað á. Já, þá er ég að þakka hlustendum fyrir að hlusta svona mikið, þannig ég fái 500. Nei, en það er ekki bara það sé númer 500, heldur þú svona í áhugaverði vegferð. Ég var hérna með Jóhann Pál Jóhannsson að ræða olíuleit á Drekasvæðinu og þú hefur sett þetta mál svo litið á dagskrá. Var fyrir einhverjum vikum þar sem þú varst að koma fram í bítinu og annars staðar að ræða þessar hluti, hver staðan væri og annað. Núna er aðeins svona smá tími liðinn. Þannig að mér langar bara að spyrja þig Drekasvæðið, olíuleit, fleira. Hvar er þetta í dag? Þetta er á þeim stað að við erum að ræða við alþjóðlega aðila að koma inn í verkefnið og sækja í raun og veru vinnslu og leitaleyfi hjá íslenskum yfirvöldum. Þannig að þetta er bara á fullu en við ætlum ekki að koma með einhverja hálfkaraða umsókn, við ætlum að koma með mjög öfluga alþjóðlega aðila sem hafi fjárhagslega og tæknilega og svona orðsporðslega burði til þess að taka þetta alla leið. Við ætlum ekki að gefa einhverja átyllu til þess að segja nei, þetta er ekki nógu gott, heldur koma bara með eitthvað sem er eiginlega ekki hægt að hafna. Nei, Jóhann Páll Jóhannsson var hérna og Arna Lára og maður finnur það alveg á þessum tveimur viðtölum að mínum viti að það er einhver togstreita innan samfélkinguna í þessu. Jóhann Páll segist ekki alltaf standa í vegi fyrir þessu, gekk jafnvel svo langt að segja að hann hafi jafnvel opnað á það að það væri hægt að fara í þessa vegferð. Arna Lára var ekki spennt fyrir þessu, hún er náttúrulega bara óbreyttur þingmaður hjá samfélkingunni en þá gerir ég ráð fyrir því að það sé einhver svona smá togstreita hann inni. En Jóhann Páll slóði bara föstu að hann myndi ekki standa í vegi fyrir því að þetta yrði gert. Hverjir eru þá svona stofnanalegu hnökranir sem að fyrir hendi eru? Er einhverja svona hindranir? Ég sé það ekki vegna þess að í ríkisstjórn þá tel ég að forsætisráðherra sem er skýr einstaklingur og skilur fjármál að hún skuli, ég er alveg viss að hún styðji þetta. Á sama hátt er ég viss að Viðreisn styðji þetta og Flokkur fólksins sömuleiðis vegna þess að möguleikarnir í kringum skattheimtu af þessu verkefni eru gríðarlegir og þetta er svona möguleiki sem
bara opnast hvergi annar staðar, að það sé hægt að greiða niður allar skuldir ríkisins, að það sé hægt að safna í myndalegan þjóðarsjóð og lækka skatta og svo framvegis og þannig að efla í raun og veru lífskjör á Íslandi, ekki til skamms tíma heldur til langs tíma, vegna þess að eins og við sjáum þau lönd þar sem hefur verið unnin svona, sem menn hafa verið að vinna óendurnýjanlega náttúruauðlindir, olía og gas og námur og hitt og þetta, að þeim sem hefur farnast best hafa sett þetta til hliðar, borga fyrst niður skuldir og lækka álögur og borgara en sett síðan afrakstur til hliðar í nokkuð konar þjóðarsjóð og taka síðan bara ákveðið mikið af honum. Í Noregi til að mynda það 3% á ári, en ávöxtun sjóðsins hefur verið miklu meiri. Hún hefur verið undanfarin ár hjá Tangen, hefur hún örugglega verið hátt í 10%, en þeir eru bara að taka 3% af heildinni sem kemur þá inn vegna þess að menn réttlæta þetta með þeim hætti að það séu margar kynslóðir sem eiga að njóta góðs af þessu. Ekki bara sú kynslóð sem er á meðan auðlindin er unnin, heldur seinni tíma kynslóðir líka. Og svo náttúrulega sjálfsagt að fara í innviða uppbygging og annað og þessari ríkisstjórn hefur verið mjög tíðrætt það. Þannig að það eru þá framkvæmdir sem skila sér til fleiri kynslóða. Það er líka sko, það sem að mér finnst áhugavert í þessu og ég hef enga fjárhagslega hagsmuna á því að peppa þetta eitthvað þannig en ég hef það sem skattgreiðandi í á Íslandi. En líka bara út af því að það eru svo mörg sjónarmið sem að snúa að þessu sem að ítur okkur í rauninni átt af því að þetta sé skynsamleg ákvörðun. Út af því að núna náttúrulega bara öryggismál orðin að, hvað ég var að segja, stærri óvissuþætti í öllu sem við kemur okkar lífi. Við erum með einhvern veginn Evrópusambandið hagar sér á tiltekið máta, Trump eins og hann ófyrirsjáanlegur í svona, svo maður taki, ekki of djúpt í áruna. Og það margt í þessu sem að mér finnst bara snúa þessu, en líka bara að við eigum sem þjóð, þetta þetta ekki nágrenni við Jan Mayen sem þetta og þar alveg þetta alveg fjarlægt okkur og við getum í raun ekkert gert að ráð fyrir því að þetta verði alltaf svona. Það að segja að þessi tækifæri verði fyrir hendi. Sko. Nei, og vegna þess að þetta er nálægt landhelginni við Noreg og þá það þannig að samkvæmt samningi sem gildir svæðið og 40 eitthvað ára gamall að Norðmenn gætu farið að dæla upp og það alveg slíkur á því vegna þess að þessar lindir sem ég til að séu þarna og rannsóknir sem við fórum í benda til, þær eru mjög stórar og þá geta þær alveg teygt sig undir landhelgina og yfir í norska landhelgi og það gerir það að verkum að ef að Norðmenn myndu opna á vinnslu sín megin að þá ættum við sannarlega að taka þátt til þess að fá hlut af þessu vegna þess að eins og ég segi, ég tel þetta skari svolítið landhelgina og ég nú í samstarfi við aðila og þekki vel til í Noregi og þar segja menn að þeir séu mjög vissir það að norska ríkisolíufélagi taki þátt núna alveg eins og áður vegna þess að þeir eiga þessar upplýsingar alveg eins og við vorum að setja fram þessar upplýsingar og sækja þær og norska orkustofnunin á þessar upplýsingar líka. Íslenska orkustofnunin eins og Jóhann Páll var að lýsa í viðtalinu við þig sem ég fannst mjög gott að hann sagði að þetta hefði verið lokað inn í einhverju herbergi aldrei lengi en þetta raun og veru bara einhverju hörðu drifi og ég á ekki tilkall til þessara upplýsing í dag þó að ég hafi staðið á svona rannsóknum á sínum tíma. Ég á ekki frekari tilkall til þessara upplýsinga heldur en hver annar sem fær leyfi hér. Og það sem viðkomandi þarf að gera að greiða sanngjarnt leyfisgjald og það ekki að Orkustofnun geti verðlagt þetta eftir eigin höfði, þau bara þurfa að verðleggja skjala vinnsluna í kringu það að afhenda gögnin og þá ber þeim að afhenda bæði norsku Orkustofnunni, norskum samstarfsaðalum sem við verðum væntanlega með í formi Petoro og svo líka þeim aðilum sem fá hér leitaleyfi og vinnsluleyfi á Íslandi. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og hérna, en núna
hafa svona ákveðnir aðilar. Jóhann Páll nefndi þetta, dró svo, ég ætla ekki að segja hann hafi dregið úr hjá mér, en aftur á móti þá hafa einhverju verið að færa rök fyrir því. Ég meina, heyrðu, það var farið í þessa leit og sá nú einhver annar, man nú ekki nákvæmlega hver var að reyna að færa rök fyrir því að þetta væri svo heimskulegt út af því að það væri einhverju milljarð að tapa á einhverju ákveðnu fyrirtæki sem var í þessu og þar af leiðandi þetta allt svo heimskulegt. En ég var alltaf bara, heyrðu, ok, kannski Heiðar Guðjónsson bara mjög heimskur. Kannski ég það. Það getur bara vel verið. Ég útiloka ekki neitt. Við útilokum ekki neitt. Nei. En eins og ég sagði við Jóhann Pál, ég sagði bara sama hversu heimskur Heiðar Guðjónsson að þá ef að hann tilbúinn til þess að spreða í þetta án þess að aðkoma ríkisins sé nokkur að undanskildi því að senda reikning á þig, þá í kjölfarið, að þá að sjálfsögðu átt þú bara að fá að vera heimskur í friði. Sko. Já, og það var meira segja þannig eins og með Eikon á sínu tíma, sem var íslenska fyrirtæki sem var með Petoro og Sinok, kínverska ríkisólíufélaginu, að við vorum búin að safna vegna þess að það stóð til að bora sumarið 2018 og svona borun kostar að minnstakosti 12 til 20 milljarða króna og við vorum með 15% hlut og við vorum búin að safna með því að bæði við sem stofnuðu fyrirtækið en líka aðrir komin með fjármagn. Síðan þegar það gerist, þannig að við getum borgað okkar 3-4 milljarða hlut sem yrði í þessu öllu saman. En síðan þegar kom að því að það var hætt við og þessi borun átti sér ekki stað, þá greiddu við þessum hlutum að fullu tilbaka. Þannig að það tapaðist ekki 1 króna á okkar verkefni. Það vill síðan þannig til að það var einn hluthafi hjá okkur sem fór á hliðina út af allt öðrum málum og allt öðrum verkefnum. Þannig að það er alveg óskilt og ótengt olíuleitin á Drekasvæðinu. Já, það og eins og ég segi, það svolítið áhugaverð staða líka, sko, því að, og kannski við koma eins inn á það, því að dreifingarsolíu, hvað, þú hefur talað 10 milljónir tunna? Milljarðar tunna, ok, svakalegt magn. Eins og þú hefur nú nefnt í þessum þætti að eins og með rafmagnið, þá heimskulegt af okkur að fara sko, að tala rafmagnið eins og fiskinn, eins og við ætlum að borða allan fiskinn sjálf. Við erum ekki að fara að neyta allar þessar olíu sjálf. Hvernig sko sérðu fyrir dreifingun á þessu? Út af því ég meina eins og við höfum rætt áður að þeir sem eru í olíubransanum, þetta kvikur markaður, þú veist, það bara fólk sem var drepinn á einhverjum flugvelli fyrir einhverja rannsóknir. Christophe Margerie, forstjóri Total, að hans einkaþotu var stútað á flugvellinum í Moskvu þegar hann var að koma að fundi með stjórnvöldum í Rússlandi að segja að þeir voru að draga sig út úr verkefni, stóru gasverkefni í Norður Síberíu á Jamalskaga og sem var hræðilegt mál og það var bara eftir innrás Rússa og yfirtök á Krímskaga 2014 að ExxonMobil fór beint út og Total, þar sem Christophe Margerie heitinn var forstjóri, að hann sem sagt ætlaði að sýna þeim þá virðingu að fara og segja þeim í eigin persónu en komst ekki tilbaka. Nei, og það svona kannski sem að við erum að tala um þetta út frá öryggisjónarmiðum, við getum ekki reitt okkur á orku og annað. Sko, við tölum svona þessa hliða þessu, skynsamlegt af okkur að vera að vekja athygli á okkur svona? Athyglin á Íslandi alveg næg og það alveg ótrúlegt að skoða eins og uppbyggingu á varnarliðssvæðinu núna. Núna það bil 400 hermenn með fasta viðveru þar. Segjum svo að herinn bara færi alveg og svo kæmi hér stríð. Hver var í skotmörk í slíku stríði? Það voru allir alþjóðlegir flugvellir á Íslandi. Það var alveg svo Ronald Reagan sagði á sínu tíma að Ísland var í ósökkvandi flugmóðuskip í Atlantshafi. Þannig að þetta hernaðarlega mikilvægt land með flugvelli, hvort sem að hér her með viðveruð ekki. Þannig að það barnalegt að halda að ef að bara herinn fer að þá muni enginn koma hingað. Og þess vegna finnst mér þetta svona hugsalega eins og bara gagnvart Reykvíkingum. Aukin rök fyrir því að færa flugvöllin úr Vatnsmýrinni vegna þess að þá Reykjavík að ekki skotmark ef til stríðs kemur vegna þess að allir flugvellir sem eru með langar flugbrautir, í Reykjavík það 2000 metra flugbraut, þeir verða sjálfkrafa skotmark í svona átökum. Já, maður var náttúrulega líka allir áhugavert samt sem að maður var að sjá í gær í fréttum að
Kristrún var að gera Dag B. Eggertsson úr aukaleikara í aukaleikara með því að segja að ekki nóg með það að flugvöllurinn verið festur í sessi, heldur það að ætti að fara að byggja nýja flugstöð við flugvöllin, sem að mér þótti alveg mjög svolítið sérstakt. Hvað ætli Degi finnist olíuleit? Mér þykist vita hann sé mjög mikið á mótinni. Já, það er þá ennþá meiri hvatning til Kristrúnar að fylgja olíuleitinni. Það samt líka ákveðin svona hugmyndafræðilegur angi af þessu, út af því að við höfum náttúrulega rætt nokkru sinnum Václav Smil sem skrifa bókina How the World Really Works, þar sem hann til dæmis fer yfir bara svona smerri dæmi eins og það að búa til raforkubíl, hversu mikið af steini þarf að vera brotist í gegnum til þess að ná bara í öll hráefni sem þarf í það, kopar, lithium og fullt af öðrum efnum. Og þar einmitt segir hann að það líka ákveðin svona hugmyndafræðilegur angi að þér líði eins og þetta hjálpa. Þetta er svona eins og að flokka ruslið sem að síðan siglt til Svíþjóðar. Þú færð rosalega góða tilfinningu þegar þú ert að bjarga heiminum persónulega. Já, bara eins og Evrópumenn gerðu með allt sem mengaði, fluttuðu bara til Kína og sögðu síðan við mengum ekki neitt, við erum hreinasta heimsálfan og við erum til fyrirmyndar en keyptu síðan alla drulluna frá bara annari heimsálfu. Þar sem mengunarstaðlar voru miklu verri og umgengni umhverfið á allt öðru plani. Þannig að þetta er svona sjálfsblekking. Já, þetta náttúrulega verið rætt í svona víðara samhengi svo þegar það verið að brjóta niður stærri flutningaskip, þá því siglt til Indlandsstrendur, þar sem að það hann í Suður-Indlandi, ég minnir þetta sé Tamil Nadu, þar sem ég veit þó nokkru tíma, þar sem að þetta bara brotið niður með engum stöðlum og náttúrulega í þrælavinnu og þrælar sem að eiga náttúrulega ekki langa ævi sögum þessa. Þannig að líka að við færum þetta líka yfir í olíuvinnslu, Norðmenn standa töluvert betur í að olíuvinnslu heldur en önnur ríki, töluvert betri staðlar, allt frá því hvernig vinnuafl og það hvernig olían sótt, öryggisstaðlar og annað. Þannig að þegar við myndum ræða þetta, og þetta er svona hugmyndafræðilega togstreita, sama svolítið eins og gildir með virkjanir og rafmagn og landvernd. Þegar fólk segir bara, já, við höfum ekki að virkja neitt, en við þurfum að auka raforku út af því að við þurfum að takast á við. Við þurfum að fara í orkuskiptin. Já, orkuskiptin. Samanlega gildir með olíuna, við erum ekki að fara að útfasa olíu á næstu áratugum. Það bara eitthvað sem bara algjörlega nema við viljum færa lífskjörin 100 ára aftur í tíman. Já, nákvæmlega. Og það svolítið þetta sem að, en þegar að maður bara ber fram þessi rök, við höfum ekki að fara að ýta okkur út í svona verkefni, út af við erum að einbeita okkur af öðrum orkugjöfum, út af við erum í orkuskiptunum og við ætlum að fara á COP31 með góð rök. Hvernig svarar þau því? Við viljum ekki vera að auka olíunotkun og auka olíu út af því að það myndi bara koma til með að lækka verðið og auka eftirspurnina. Ég myndi benda fólki að lesa bæði bókina Hans Václav Smil, How the World Really Works, og líka bók sem hann skrifaði bara orku. Ég myndi líka benda á bækur eftir Alex Epstein orkunotkun. Eins bara hægt að lesa skýrslurnar frá alþjóðlegu orkumálastofnuninni í París eða sérstaklega skýrslu sem British Petroleum BP gefur út á hverju ári. Þeir voru í rosalega grænni vegferð og eru enn og hver eru líkurnar á að sú vegferð heppnist og hver, ekki síst, kostnaðurinn. Og við sjáum núna í Evrópu hver kostnaðurinn raforkuverð í Þýskalandi bara langt hærra heldur en nokkuð staðar annars staðar og þeir eru búin að byggja upp, ef svo má segja, tvöfalt kerfi. Að þeir eru með endurnýjanlega orkugjafa, fyrst og fremst í gegnum sólar eða birtuorku og svo í gegnum vind. Og þetta útheimtir það að þeir þurfa að byggja nýtt landsnet í kringum þessa ótryggu orku. Svo slökktu þeir á kjarnorkunni sem voru mjög mikil mistök og hafa flutt inn þessi stað gas frá Rússlandi og við þekkjum þessa sögu. En ef þeir ætla að fara tilbaka og byggja upp, sem sagt, út frá þjóðaröryggishagsmunum, síðan svona tryggu eigin orkulindir, þá þeir strand, nema þeir opna eftir á kjarnorku. Dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig.
Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægisstiltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á driva.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, það nefnilega málið sko. Ég gerir nú fastlega ráð fyrir því. Ég meina þegar maður les Draghi skýrsluna, ég og Tóti Pálsson reyndar að takast á hana áðan að hvort að hún hafi verið góð eða ekki. Ég reyndar að færa rökur fyrir hún sé góð. Hann segir já, það margt gott í henni en aftur á móti eru svona þau rök sem hann færir fyrir því hvernig hægt að takast á við þetta mjög barnaleg. Ég reyndar sammála því líka. En þar einmitt segir hann í B-hlutanum sem svona þessi praktíski hluti efst á blaði bara orka. Orka mun vera svona fyrsta undirstaðan á undan regluverkinu sko. Hvernig regluverkið og hvernig þarf að vinda ofan á því sem að sjálfsögðu risa breyta. En orkan verði aðal breytan í því hvernig hægt að reisa við Evrópu ef að það hægt. Og það sko, þegar maður tala allir við Dani, maður mann eftir þessu þegar stríðið í Rússlandi byrjaði þá var Danir að tala þeir þurftu að minnka gasið og væri að sofa í ullapeysum og eitthvað þannig. Við náttúrulega byggum ekkert við þennan veruleika þannig að einhverju leyti eru við svona, við þurfum eiginlega ekkert að pæla í svona hlutum. Náttúrulega móti eru orkumál núna orðin risastór breyta í Evrópu. Já, og svo einhverju sem segja að við notum eiginlega ekkert jarðefnaeldsneyti. Við erum með húshitun sem byggir á jarðvarma, við erum með rafmagn sem byggir fyrst og fremst á fallvötnum með líka jarðvarma og hvað erum við að pæla í þessu? En þá gleymist alveg að Ísland eyja algjörlega einangruð út á hafi og allar alvöru samgöngur til og frá landinu fara fram með jarðefnaeldsneyti. Og ef maður skoðar bara hvað verið að nota til að mynda af steinolíu, sem sagt þotueldsneyti sem svona fínasta fínt í hverri hráolíu tunnu, það svona hreinustu 10% af hverri hráolíu tunnu þotueldsneyti eða steinolía, kerosín. Og þá verið að nota yfir 400.000 tonn á ári bara eins og flugvöllurinn í dag og með við áætlanir uppbyggingu á hér flugi til og frá landinu og líka til þess að opna fyrir meira flug yfir til Bandaríkjanna á milli Evrópu og Bandaríkjanna og með viðkomu hér sem hagkvæmt og það minnkar útblástur að þá útlit fyrir að menn munu nota miklu meira heldur en þessi tonn sem ég nefndi. Og hvar eigum að fá þau tonn? Og þess vegna þó við fyndum svona stóra 10 milljarða lind 10 milljarða tunna og efstu 10% hægt að nota sem þotueldsneyti þá eru menn mjög fljótir að reikna það út hvað þetta myndi bara endast flugvöllinu. Þetta myndi bara endast flugvellinum cirka 20-30 ár. Bara þetta þotueldsneyti sem við erum að nota. Síðan í hverju tunnu náttúrulega fullt af dísel líka og bensíni og það líka bítumenn eða tjara sem notuð í að malbygga. Við þurfum að malbygga meira vegi hjá okkur og laga. Síðan þetta notað í alls konar plastframleiðslu og ýmislegt sem við erum að nota. Hampiðan meira og minna framleiða öll troll og tog úr plasti. Þannig að við erum að nota rosalega mikið magn af olíu. En við bara horfum fram hjá því. Já, ég meina bara Vestfirðir eru reknir á varaafli bara stóran hluta ársins sem á olíu. En þessi betur fyrir horfir það til breytinga þá að leyfa loksins virkjanir þar á fallvatni. Vonandi. En svo líka bara eins og segja, það önnur togstreita í þessu sem einmitt það bara að ammóníak sem náttúrulega úr jarðgasi sem þetta LNG sem þegar það flutt, þá það liquid natural gas og sem sko ástæða þess að við erum með helming þeirra matvæla sem við þurfum út af þessu gasi. Út af því unnin áburður unnin með ammóníaki. Og ef að það ekki fyrir hendi og við myndum bara svona útfasa þetta einhvern veginn að þá myndi helmingur allra þjóða ekki hafa ísug á. Akkurat. Það risastór breyta og það annað í þessu sem þetta svona tvíþætt. Þetta og svo líka eitthvað sem Eldur Ólafsson nefndi á fundi sem að Gísli Freyr Valdimarsson hjá Þjóðmálum setti á laggirnar á Hótel Borg þar sem hann talaði það að ef við ætlum að fara einhvern veginn að takast á við þessar gastegundir sem okkur mislíkar að þá hefur fyrst og fremst að vera einbeitt okkur á kolum. Og núna náttúrulega Kína að opna kólanámuver, ég veit ekki hvort það var að tala tvisvar í viku eitthvað svona. Tvisvar í mánuði.
og til þess að takast á þennan vanda þá ættum við einmitt að skipta kolum út fyrir olíu. Það var og gas, já, og gas. Það voru þeir orkugjafar sem að geta tekist á við það. Einmitt. Þannig að einhverju leyti þá grænt skref að sækja olíu. Já, það er nefnilega svo magna þegar fólk að tala orkuskipti. Að orkuskipti gerast í skrefum, þau gerast ekki í stokkum. Og það voru stóru mistökin í orkustefnu Evrópusambandsins að ætla að stökkva úr kolum bara yfir í sólar og vind. Og það bara hreinlega ekki hægt. Ísland búið að vera í orkuskiptum frá því að land byggðist. Fyrst vorum við að brenna brendum öll trén sem voru hérna. Síðan fórum við að brenna síðan loksins þegar olíuöldin kemur að þá fáum við hingað skip sem geta borið þungar vinnuvélar sem aftur ganga fyrir olíu og okkur tekst að beisla jarðvarman. Síðan í framhaldinu af því að tekst okkur að beisla fallvötnin, allt á grunni olíu. Og þannig gerist þetta í svona skrefum, þetta gerist ekki í stökkum. Og svo núna erum við smá saman að fasa út olíu. Og það er einn prófessor sem ég þekki ágætlega sem skrifaði The World in 2050 sem heitir Lawrence Smith. Hann hefur oft sagt þegar einhvern tímann í framtíðinni þeir horfa tilbaka þá horfa á þessa olíuöld sem búin að vera í gangi núna. Hvernig datt þeim í huga að brenna þetta? Þetta svo verðmætt. Og olía og gas alveg gríðarlega verðmætar auðlindir. Og auðvitað að reyna að minnka brunan á því eins mikið við getum. En við höfum auðvitað að minnka brunan og kolum líka, fyrst að fara þangað. Síðan gerist þetta í skrefum að okkur mun auðnast í gegnum tæknibreytingar að finna lausnir til þess að minnka olíu- og gasnotkun. Og ég þekki Bob Morgard sem stofnandi og forstjóri Commonwealth Fusion Systems, hitti hann í Bandaríkjunum núna í byrjun sumars. Og hann vill meina, hann að framleiða kjarnorkuver sem ekki með klofnun heldur með samruna. Þannig að það verður engin úrgangur, engin geislavirkni sem kemur. Og hann að byggja prototípu núna og stærstu aðilarnir sem setja fjármagn í þetta eins og Temasek í Singapore og það þjóðasjóðurinn þar og það Alphabet og móðurfélag Google og YouTube og svo framvegis. Að hann vill meina, hann getur framleitt 100 megawatt á $100 megawattið í fyrstu prototípunni sem komi núna 2026 og svo 2030 sem hugsanlega hægt að gera betur vegna þess að þá búin að hagræða meir í innkaupum og í byggingu. Þetta svona eins og menn sjá fyrir sér olíurafstöðvar, ljósavélar, að þá þetta svona gáma einingar nánast svo má kalla sem raðað saman. Og 100 megawatt, það bara svipa stórt og blönduvirkjun. Þannig að það ekkert lítið. 100 megawatt sjá 100.000 manns fyrir rafmagni. Þessi vegferð núna, sérkennilega, ef ég hefði spurt þig fyrir, hvað ég var að segja, 6 árum, að hvaða flokkur mun svona leysa úr læðingi þá orku að þú getur sótt þessa orku eða sá sem að sækja þessa orku muni koma til með að sækja hana. Ég held að svona frekar neðurlega lista að vera Samfylkingin. En aftur á móti þá það var samt Samfylkingin, það var Össur Skarphéðinsson sem var iðnaðarráðherra sem hannaði allt kerfið í kringum leyfisveitingar. Þetta vissi ég ekki. Já, og það var Össur sem sagt, fór að stað með fyrsta útboði sem iðnaðarráðherra. Það var Hjörleifur Guttormsson sem hvatti til þess þegar hann var þá í Alþýðubandalaginu 1980 eitthvað til að veri farið að bjóða hérna út olíuleitar og vinnsluleyfi. Síðan Steingrímur J. Sigfússon úr Vinstri grænum sem afhendir okkur leyfin. Þannig að þeir sem þykjast vera eitthvað rosalega grænir, ég alveg vissum að þetta voru grænustu skref sem þessi menn gátu tekið. En í dag þá hlaupaði einhvern veginn undan í flæmingi eins og þeir hafi ekkert haft með þetta að gera. En ég held að þessi merkimiða pólitík sem komin upp hafi svolítið vilt fólk í sín. Og þessir herramenn og flokks félagar þeirra hafi bara haft rétt fyrir sér á sínu tíma. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til svo spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur
fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þetta hérna, ég var með Árna Helgason hérna fyrir í gær og var að ræða hann. Þá var ég að tala það, við svona mistum hausinn, saman hvort að við séum að tala Me Too eða Black Lives Matter eða COVID eða allar þessar hreyfingar. Eða loftslagsmálin. Já, loftslagsmálin og við einhvern veginn mistum hausinn í þessu öllu og dagskrárvaldið var yfirfært yfir á fólk sem að augljóslega vissi ekki alveg hvað var að tala en í rauninni sótti sitt vald í krafti þess að þau voru móðguðust yfir hverju og einu. Fyrir hönd annara. En núna erum við svolítið að vinda ofan að þessu og sérstaklega náttúrulega sem að ég veit ekki hvort það var nauðsynleg forsenda eða þá viðbótar forsenda fyrir því að við verðum að sjá breyttan heim í þessu öllu að lífskjör, fólk farið að finna fyrir því. Kílóverð á lambakjöti sem ég var að kaupa áður var 3.000, ég man þeirra fóðust upp úr 3.300 í 3.800, komið upp í nær 10.000 krónur. Fólk tekur eftir þessu. Kannski var það nauðsynlega forsenda fyrir því að við fórum að vinda ofan af þessari dellu sem búin að vera að eiga sér stað undanfarin ár, en þetta er gott upp á það að gera að fólk bara fyrir að fara að finna fyrir lífskjörum, útlendingamálin líka, fólk alltaf farið að nei, ég nenni þessu ekki. Þannig að slagkrafturinn... Bara þegar kemur að skuldadögum, þegar reikningurum kemur loksins, þá fer fólk að hugsa, ekki bara með buddunu, heldur líka með hausnum. Fyrir þann tíma þá gata, eins og margir samfylkingamenn hafa sagt, hugsa með hjartana, sem ég veit ekki hvernig hægt að gera. En þess vegna þetta svona loksins núna, það að komið að skuldadögum, þá þarf fólk raunverulega að ákveða hvernig ætlum að forgangsraða, í hvað ætlum að setja takmarkað fjármagn ríkisins. Já, ég ætla nú ekki að klappa á sjálfum mér ómikið á bakið, þó ég ætla að gera það núna. Að hérna eins og þegar við vorum með live-atburðin hérna í Skútuvogi á mínigarunum, að þá sagði ég bara að við munum aldrei reikna okkur niður á þann kostnað sem við höfum orðið fyrir vegna réttrúnaðarins. Og ég man að svona fyrst þegar ég var að segja þetta og fólk þetta nú bara einhverja dellu hugmyndafræðir og ég já, einhvern tímann hættum við þessu. En þetta hefur haft raunverulega áhrif og núna þegar lífskjörin eru farin aðeins að rýrna. Já. Og við sjáum bara þetta efnahagslega harakiri sem orkustefna Evrópusambandsins kallaði yfir íbúa þar. Síðan kynntu þau, ég man svo vel hvernig það var á hringborði Norðurslóða, strax svona í lok COVID, haustið 21, að þar kemur einhver embættismaður frá Evrópusambandinu og með stolt að kynna nýja norðurslóðastefnu Evrópusambandsins. Þetta er 2021 í október. Þetta er 3-4 mánuðum áður en að Rússar gera sína innrás í Úkraínu. Og þá var ný stefna Evrópusambandsins í orkumálum. Það vildu engar orkuframkvæmdir á norðurslóð og þeir myndi ekki kaupa neina orku sem kæmi þaðan. 4 mánuðin setna, að þá hefur náttúrulega bara allt sett á fullt í að kaupa allt gas sem er framleitt af norðmönnum. Og nýjustu lindir norðmanna eru alla norðan heimskautsbaugs. Mjallhvít sem er eiginlega eins og nyrsta, hún er norður á Hammerfest og örugglega á 71. breiddargráðu norður. Og Evrópusambandið er svo gott sem að taka þetta allt saman. Hvers konar stefna var þetta hjá Evrópusambandinu? Fyrst þau framkvæmduður efnahagslegt harakiri á sjálfum sér og síðan ætluðu þeir að girða fyrir einu öruggu orkulindirnar sem þeir geti sótt í fyrir utan Rússland. Það mætti halda að einhverjir FSB-menn frá Moskvu hafi samið þessar stefnur. Þetta var svo ótrúlega andstætt hagsmunum íbúa Evrópusambandsins. Það er eitt sem þetta eftir í huguna. Ég er að lesa bókina eftir Mankur Olsson, þar sem hann er að tala svona efnahagslega hegðun, þar að segja bara leikjafræði og svona hagfræðina á bakvið það hvað þarf að liggja baki því að samfélag geti í rauninni verið gott og hvernig lífskjör batna. Hann nefnir tvennt í þessu tilliti, það er að hafa næga orku og hafa sterkt háskólasamfélag. Við búum ekki, eða við búum með fína orku, þó svo að sé margt að gera betur og mögulega er Jóhann Páll að gera það. En mér finnst líka vont að svona undirstöður þess hvernig góðar ákvarðanir voru teknar voru vestrænar háskólastofnanir.
og mér þykir svona svolítið, kannski mun það batna núna líka þegar svona við erum að vinda ofan þessari dellu. Þessi heila þoka líður hjá. Já, mögulega, en ég aftur á móti pínu stressaður út af því að sko áður fyrir það var hægt að ganga því vísu að hugmyndir sem kemur háskólanum væru út frá grósku, út frá góðum röksemdafærslum, átökum, jafnvel, svona röksemdar átökum, en það hefur aftur á móti vantað upp á það og núna enn sem komið að þá vantar þetta líka og ég ekkert endilega að segja að þetta ekki bundið bara við Háskóla Ísland, heldur bara líka Háskóla í Bandaríkjunum og Bretlandi og víðar. Að þetta þarf alltaf búa að baki, þannig að sko, og það við erum búin að tala lífskjörina og hérna orkumál, að það líka ákveðin svona menningarbylting sem ég tel að þurfa að eiga sér stað til þess að lífskjör batni, sem við erum með bara ungt fólk sem telur að því sé best borgið á örorku út af því að það hagkvæmast. Það er hræðilegt, það er sorglegt, en það þarf að vera svona bara uppgjör við það sem andvitsmunalegt og andvísindalegt. Og þetta sem hefur borið hvað hæst úr háskólasamfélaginu hefur bara að vinna fullt áhugaverðum alvöru rannsóknum og alvöru vísindunar, en það sem hefur kannski verið fyrirferðarmest og fengið mesta athygli eitthvað sem algjörlega andvitsmunalegt og andvísindalegt og það eru heimspekingar eins og Popper, austurríski heimspekingurinn sem segir sko ef það ekki hægt að afsanna það, þá það ekki kenning. Og það bara eins og kenningar Sigmund Freud, hægt að sanna þér? Já, þetta leiða einhverja líkur, hægt að afsanna þér? Nei, hvers konar vísindi þetta? Þannig að það komið í það að karl getur breytt sér í konu sem getur aftur breytt sér í karl sem getur breytt sér í eitthvað sem furry og breytt sér í, og þetta sé allt bara eðlilegt. Að þá erum við náttúrulega komin í einhverja tóma þvælu, þetta ekki vísindi. Þetta eitthvað sem svona félagsfræðilega áhugavert, sálfræðilega áhugavert, geðlæknisfræðilega áhugavert, en þetta var ekki tengt við vísindi. Nei, en þetta sko líka náttúrulega og eins og ég fjallaði hérna áður og ástæðan fyrir illumist í talum háskólasamfélagi, ég held að þetta sé nátengt umræðinu orkuna, því að til þess náttúrulega að vinna orkuna og reyna betur umbæta það, að þá þurfum við raunvísindin. En þessi svona dellufræðimörk hafa líka verið að svona afmá ákveðina vitsmunalega getu einnig með einmitt að vera með starffræði fyrir svart fólk eða svona black math. Ég get nefnt dæmi, synir mínir voru í skóla í Bretlandi og þeir vissu ekki hver Churchill var, en þeir vissu hver Bessie Coleman var. Það fyrsta konan sem flög flugvél. Og þegar þú setur þessar hluti í samhengi, það verið að kenna hérna mannkynssögu á Íslandi og þá var allt í einu sér kafli Jóhannu Sigurðardóttur. Hvers konar stórmenn hún í íslenskri sögu? Þetta hefur verið að endurrita söguna þegar verið að taka niður styttur af einhverjum gömlum köllum, bara hvítum köllum og verið að reyna að endurskrifa söguna út frá hagsmunum einhverja valda baráttu eða hagsmunum einhverja minnihlutahópa, að þá það ekki vísindi. Og þetta náttúrulega eins og Orwell bendi á í sínum skrifum, þar sem að þeir sem í rauninni skrifuðu söguna fengu að stjórna framtíðinni. Og það svolítið það sem að mér finnst búið að vera að eiga sér stað, hvort að séum þrælahald Vesturlanda eða annað, þá það einhvern veginn sem var einskorðað bara algerlega við Bandaríkjamenn, þrátt fyrir það áður en að Bandaríkin voru til dæmis mynduð að þá voru Ottomanveldin og fleiri búin að hafa þræla í mörg þúsund ár sko. Þannig að þetta og eins og segi, ég nefni þetta bara sem dæmi út af því að það líka eitthvað svona undirliggjandi og kannski hægt að eiga eitthvað svona uppgjör. Ég aftur á móti ekkert bjartsýn gagnvart í þetta, svona eins og þegar fólk segir ef við eftir að gera upp COVID, ég veit ekki hvað það þýðir. Já, en ég meina Norðmenn gáðu út koronareporten bara strax í maí 23, bara til að læra mistökunum. Og þeir höfðu burði og dug í sér til að klára það og það alveg ótrúlegt að þessi ekki búið að gera eitthvað sambarlegt hér, alveg eins með kostnaðin við opnu landamærin hér, hversu ekki búið að taka það saman og þá viljandi einhvern veginn í ríkisreikningnum ekki haldið utanum heildakostnaðin, það ekki haldið utanum heilbrigðiskostnaðin, skólakostnaðin, bara stærstu hlutina af kostnaði við að halda hérna fólki á lífi og í velferð sem greiðir ekki til samfélagsins. Þannig að ég svona ímynda mér nú að einhvern tímann þegar skynsemin verður ennþá sterkari, að þá verður hægt að fara í þetta og bara hreinlega bera á borð vegna þess að
Það þarf að vera ljóst hvað hlutinni kosta til þess að menn geti tekið réttar ákvarðanir. En það er það sem þeir hræðast mest, sem vilja ekki bera þetta á borð. Að þetta sjáist hvað þetta raunverulega kostar. Sjáu hvað raunverulega kostaði þessi ofsafengnu viðbrögð við heimsfaraldrinum og COVID, þessi opnu landamæri, hvað þau kostuðu og svo framvegis. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, það er hérna svo litið skrítið sko, því ég hérna hef náttúrulega verið að tala islam og menningarmun og annað frá 2015 á löngu áður en ég byrjaði þetta hlaðvarp sko. Og ég las Kóraninn og las Hadíth og var að skoða þessi rit og ég svona, já, ég held að við þurfum að skilja hversu rótgrónar þessar hugmyndir eru meðal þessara hópa. Og maður var að fara til Danmörkur þar sem að þetta var náttúrulega komið í óefni og Mette Frederiksen náttúrulega gerði sig grein fyrir því að lokum. En ég er alltaf að reyna að sko, og ég segi, þetta hlaðvarp snýst svolítið sko að tala hvað verðum við að tala eftir 4 ár. Þess vegna ætla ég aldrei í stjórnmál út af því að ég nenni ekkert að vera að tala það sem er vinsælt hverju sinni út af því að mér langar að tala aðra hluti. En núna er þetta augljóslega eins og þú varst að nefna að komið að skuldadögum og við þurfum svona, ég veit ekki, það er einhvern veginn eins og við þurfum að reka okkur á vegg. Við þurfum einhvern veginn að vera... Samt er búið að segja þetta allt eins og við nefndi Karl Popper áðan. Og Popper gefur út hið opna samfélag og óvinir þess, svona Open Society and its Enemies, hans höfuðrit. Og hann er að tala í kringum það umburðarlyndi og í kringum BLM, í kringum þessi opnu landamæri, þá eru allir ofur umburðarlyndir. En hann, næstu 100 árum áður, var búinn að skrifa sína kenningar það að það er þversögn í umburðarlyndi. Þversögnin er svo að þú ert umburðarlyndur gagnvart öllum nema þeim sem eru óumburðarlyndir. Þá ertu eins óumburðarlyndur og þú getur. Vegna þess að þú getur ekki hleypt þannig fólki inn í samfélagið. Með öðrum orðum eins og hún nefnir Múhameðstrú í Íslam að er eitthvað umburðarlyndi þar gagnvart jafnrétti kynja, gagnvart mismunandi kynferði, gagnvart segjum öðrum trúabrögðum? Nei, ekkert. Hversna eigum við þá að vera umburðarlynd gagnvart þessu fólki? Þetta er alveg gengur í berhögg við það sem Popper sagði og menn almennt álíta að sé bara svona common sense. Já, og þetta er eins og ég hef nú sagt einhvern tímann áður að mjög einkennilegt að við erum að sjá frétta innslög frá það sem er jafnvel fólk sko, sem að segjast vera að berjast fyrir kvenréttindum og öðru er að koma fram og segja það er alveg hræðileg þróun í Afganistan, það er alveg hræðileg þróun í Pakistan varðar réttindi kvenna og annað. En svo erum við með þá hugmynd að strax og fólk kemst yfir landamærin til Evrópu eða Íslands að þá erum við sjálfkrafa eins og þú segir, umburðarlynd gagnvart þessu, undir þeim formerkjum að við erum að fara að taka á móti þessu fólki og við þurfum að koma til móts við þeirra sjónarmið. Þrátt fyrir það að gagnrýna þessi sjónarmið þegar þau eiga sér stað erlendis. Já. Það var svo skemmtilegt, við hittist nú á þessum GATT fyrirlestri og þá sagði hann að Queers for Palestine var eins og Chickens for KFC, að þetta er svona bara í alvörunni, áttuðu ykkur ekki á því hverja þið eru að bjóða velkomna. Þetta er ekki fólk sem mun hampa ykkur eða einu sinni sýna ykkur eðlilega virðingu. Sko. Nei, og þetta er náttúrulega líka þegar maður er að skoða gömul myndbönd af flóttafólki frá Íran árið 1979. Já. Þau eru ekki mörg, en það eru til nokkari myndbönd þar sem að fólk er tekið í viðtal. Og þar er þeir einmitt að segja
að vinstrimennir væru einmitt að sko berjast fyrir hagsmunum, þá var þetta, þú veist, þessi anti-amerikanismi, anti-kapitalismi og allt það, að í rauninni hafi Ayatollah Khomeini verið tilbúin til þess að nýta og hagnýta þessar svona vinstri hópa sem að væri að berjast fyrir einhverju réttindum ákveðina hópa og væri rosalega svona liberal í þegar áður en að Shahen í rauninni ítt hérna Reza Pahlavi ítt af stóli. Og það einmitt að segja þau sko, hérna, já, það voru allir rosalega mikið á móti Reza Pahlavi og vildu að Ayatollah Khomeini kæmi, hann var rosalega umburðarlyndur og svo voru nátt allir drefnir sem að voru með þessi sjónarmið. Ég ferðast Íran og ég farið þarna í stærstu borginnar Shiraz, Isfahan, Teheran og svona svolítið keyrt og það er stórkostlegt að heimsækja þetta gamla menningarveldi en því miður yfirvöldin sem eru þarna eru skelfileg og hótelin sem að gista á, sem voru fínustu hótelin, meira segja þetta er 2014-15, að það er allt hótel sem voru byggð fyrir 1979. Það er ekkert að frétta þarna frá 1979 vegna þess að trúin sem Ayatollah kemur með og múllarnir vinnir hans, það eru trúarbrögð sem leiðir fólk aftur á steinöld. Það er ekki trúarbrögð sem hvetur til nýsköpunar, frumkvæðis, raun og veru trúarbrögð sem á móti kapitalisma og móti samfélagsbreytingum vegna þess að það er ógn við ríkjandi valdhafa, á móti framþróun. Þannig að það er alveg sorglegt að keyra þarna og skoða að þetta er bara land sem hefur nánast staðið í stað í hátt í 50 ár. Já, það er mjög margt í þessu og eins og ég segi, það er svolítið sérkennilegt út af því að sko jafnvel ef við yfirfærum sko þessar kenningar það að ef við erum bara nægilega umburðarlynd þá mun þetta einhvern veginn reddast, að það held ég líka sko út af því að ég var hérna með Ardísu Önnu að ræða þessa hluti og ég held að sko svona erfiðasti hlutin við það að takast á við þetta er að það fólk sem að segir bara að það er bara umburðarlyndi og þá reddast þetta í rauninni að skapa hættulegustu aðstæðunar að mínu viti, út af því að ég held að séu óþægilega margir á Íslandi sem eru orðnir óþægilega tortrygnir og óþægilega pirraðir yfir þessu og það einhvern veginn að lofta ekki þetta. Alveg rétt. Að það mun þetta bara gjósa upp. Sprengju, já. Og þá eru viðbröndin svo ofsafengin og hún fær ekki við eitt eða neitt ráðið. Og það er leiðilegt. Við höfum talað þetta áður að þegar pendullin fór svona langt til vinstri og svo allt í einu var breyting að þá skellur hann oflangt til hægri. Já, akkurat og ég líka Eric Hobsbawm skrifar Age of Extremes og það er út af því að þú varst einmitt að tala að Karl Popper skrifar þetta 100 árum áður og Eric Hobsbawm, ég man ekki hvort það sé 82 sem hann er að skrifa þessa bók þar sem hann, nei, það er nú eitthvað síðar en allavega hann er að tala öfgafullu öldina sem var 20. öldin og þar einmitt kemur hann inn á það sko sem að mér finnst langa áhugaverðast að sko það sem mestu mistök sem að stjórnvöld geta gert einmitt að halda þeir geti sko haldi pottlokinu nægilega lengi á en líka jafnvel þó að springi upp og þá munu þeir hafa stjórn á aðstæðum. Það er alls ekki rétt. Það er alveg þveröfugt við raunveruleikann sko. Já, en stjórnmálamenn hugsa alltaf í 4 ára kjörtímabilum og jafnvel skemmir í kjörtímabilum. Þannig að þeir hafa ekki hvatan til þess að leysa úr læðingi svona smá skjálta. Þeir eru alltaf skammsýnir og það er náttúrulega það sem að við fulltrúa lýðræðið að það býr til skammsýni. Það er oft verið að tala það að skráð fyrirtæki, þau verður þessu skammsýni hefur þeirra byrta ásfjórungslega eða hálfsárslega uppgjör og leiði til þess að þeir horfið til óskams tíma. Ég er ekki sannfærður það vegna þess að það eru sömu hluthafarnir allan tíman. Á meðan þú ert, eða svo getur það breyst, en yfirleitt það þannig, það er mjög tregbreytilegt. Flokka fylgi, það ferðast miklu meira heldur en hluthafar á milli fyrirtækja. En ef maður skoðar síðan með fulltrúalýðræði, þá er verið að kjósa fólk í mestalagi til 4 ára til að setja mark sitt á samfélagi. Og það er bara hreinlega óskammur tími. Þess vegna er ég farin að velta því fyrir mér, þurfum við ekki bara meira beint lýðræði og við höfum rætt það áður. Bara eins og ég vandist í Sviss að bjóð þar í 60 ára. Þar er þjóðin bara spurð. Og þá er ekki hægt að setja ábyrgðina á einhverja þingmenn sem voru á þingi í það og það skiptið. Það var bara þjóðin sem tók ákvörðun. Og ég held að með snjalltækjunum sem við erum með í dag, með rafrænu auðkenningunni og annað,
það rosalega auðvelt að hafa tíðar kosningar stór mál og ég treysti þjóðinni og eins og við vorum að tala orkumál, 96% eða kringu 95% Íslendinga vill aukna græna orkuöflun. 2/3 Íslendinga vilja fara í olíu og gasleit og vinnslu. Leifum fólkinu að ráða þessu. Hlaðvarp er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Þetta er einmitt það sem ég talaði einmitt í sambandi við Viðreisn sko, það er allt talað að treysta þjóðinni, mér finnst að líka treysta þjóðinni í útlendingamálum. En þetta leiðir í öllum málum. Öllum málum. Ég meina út af því að frelsi fylgir ábyrgð. Og það er ekkert að segja ef þú ert ríkisborgari eða þú eigi bara að taka á því skyldur, þú átt að fá réttindi líka og við erum að borga skatta, eigum við ekki að hafa eitthvað það að segja í hvað þessi skattar fara? Já, þetta er bara eins og ég segi, ef þetta er vitlaus hugmyndi á þér, þá vil ég bara að allir einstaklingar fái að taka óskynsamlegar ákvarðanir þegar það svo ber við. Sko. Já, þau bera reikningin af því sjálfir. Já, og þetta leiðir okkur endar beint inn í umræðar aftur orkumálun út af því að þegar ég var að tala við Örnu Láru þá sko, því þú varst að tala með skamsinn stjórnmálamann og annað. Ég er mikill til lýðræði sinni og ég hlindur þessu beina lýðræði en í ofanalega þá er ég ekki jafn svartsýn og þú og það er nú ekki oft sem ég get sagt það. Ég er ekki jafn svartsýn og þú gagnvart lýðræðinu og svona stjórnmálamenn út af því ég held sko það sem Arna Lára sagði sem ég held að muni eitthvað vera sem hún þurfi að breyta er að þegar ég var að tala við hana orkumálin og þá sagði hún ég er svona manneskja sem hugsar í núinu. Ég er bara að pæla í núinu, ég er ekkert að og ég sagði við hana en hugsar hún ekkert framtíðina? Já, en ég sagði líka við hana ég held að verði rosalega lítil pólitísk eftirspurn eftir stjórnmálamönnum sem eru að hugsa í núinu. Þegar við erum að tala þessu orkumál, ég meina þú kannski ferði yfir hvað tekur langa tíma að gera þetta en þetta er líka, þú veist, jafnvel þó að taki 10 ár að fara í þetta að þá er þetta samt eitthvað sem ég held að fólk verður miklu meira umhugum. Ég finna alveg að fólk farið að hugsa aðeins meira framtíða kynslóðir. Ef við hefum klárað að bora hérna 2018 eins og tilstóð og við höfum fundið það sem við bjuggust við að finna, þá hefði olíuvinnsla á Íslandi hafist svona í síðasta lagi 2023 fyrir 2 árum síðan og við værum með fulla framleiðslu, varum búin að vera með fulla framleiðslu í 2 ár sem þýðir að við hefðum verið búin að dæla þarna upp skatttekjum fyrir ríkið sem næmi $20 milljarða. Þá þurftum engin veiðigjöld. Við gætum þá minnka skattheimtu á bæði atvinnugreinar og einstaklinga og lífið hérna myndi blómstra sem aldrei fyrr vegna þess að hagfræði er ekki bara framboð eftirspurn. Hagfræði fyrst og fremst sko hvatarnir sem í kerfinu. Þannig að fólk hefur meiri hvata til að vinna meiri hvata til að sýna nýsköpun og djörfung og gera eitthvað nýtt að þá mun fólk gera það. Ef að það er alltaf verið að setja takmörk á það með því að vera með hækkandi jaðarskatta að þá verður bara minni verðmætasköpun í kerfinu. Það er ekkert flóknara en það. Þetta lætur mig minna á heillaráð Thomas Sowell, þú niðurgreiðir ekki vandamál frá þér sko. Það er að segja þú stækkar það með því að niðurgreiða það er því að peningarnir leita þangað og fólkið og allir og það er einmitt ástæðan fyrir því til að svona lífskjör eru byrjað að vera svona áþreifanlega það er orðið erfiðara að búa ungt fólk hefur ekki alveg trúið í hvort það mun eignast húsnæði ungt fólk þarf aðeins svona að vera bara bjartsýnt og rífa sig í gang og maður skjóta inninni með hvatana það er eitt annað svo mikilvægt punktur við erum búin að vera að niðurgreiða óskynsamlega hegðun en við erum búin að setja kvaðir á skynsamlega hegðun og þá finnst mér í rauninu út að þú ert að tala hvata já, ég er líka pínur reiður út í ungt fólk en samt sem áður þá er ég er ekki reiður, ég skil það alveg út frá hvatakerfinu sem en
það bara svo leiðilegt að vera svartsýnn og það svo leiðilegt að vera fórnalamb og það ekkert uppbyggilegt við þetta. Þannig að þó þetta sé erfiðar en það var áður, þetta samt miklu auðveldara heldur en var fyrir 30 árum. Þegar óðaverðbólgan hérna var ævintýraleg og fólk bjó í bílskúr, ég álst upp í Garðabæ í einbýlishúsahverfi en það var fólk sem bjó í bílskúr á meðan það var að klára allar helgar, öll kvöld, öll sumafrí að vinna í húsinu sínu sjálft. Það fór ekki til útlanda í 10 ár. Það átti varla bíl, það ferðaðist með strætó, þetta var samt í Garðabænum. Ástandi var miklu erfiðara heldur að það í dag. Þannig við þurfum að setja hlutina aðeins í samhengi. Auðvitað voru einhverjir sem fengu vinnu eftir hrun, fengu vinnu segjum 2012 þegar fasteignamarkaðurinn náði svona botni og duttu þar inn. Það einhverjir árgangar sem náðu þeim happa drætti ef svo má segja. En í dag þá atvinnu ástandi hérna fjölbreyttar heldur að var 2012, atvinnuleysi minna, ráðstöfunartekjur hærri, fasteignaverð að vísu talsvert mikið hærra. En það alltaf áskoranir. Maður þarf bara að vinna úr því hvert kerfið, hverjar áskoranirnar eru hverju sinni. Já, það er margt í þessu sko. Hérna, ég nú búin að vera leiðilegur við ungt fólk sem að væla á samfélagsmiðlum og annað sko. Það hérna skringilegt athygliskerfið hjá okkur sko. Það sem að þú hefur nú rætt þetta áður hérna með Kristján Már Unnarsson og hvernig hann að færa fram fréttir af svona það sem raunverulega að gera. Og Landinn og hérna að Magnús Hlynur, þetta bara verið að sýna hvernig Íslendingar lifa og hvernig þeir hugsa fyrir utan þessa búblu, fyrir utan þessa firringu sem hérna í stórborginni. Reykjavík ekki stórborg, Reykjavík eins og þorp, alþjóðlega. En með þessa kompleksa eins og stærstu borgir heims með að efnahagslögmálin eigi ekki lengur við, það allir orðið svo menntaðir og gáðaðir að það þetta aftengja allt sem heitir vísindi og það þetta hugsa málun upp á nýtt og allt til fyrir alla og það þetta gera hvað sem En þannig ekki veruleikinn og þessi búa fyrir utan stórborgina, þeir vita þetta. Það svo gaman þegar maður sér viðtöl við bara heilbrigt, duglegt, vel meinandi fólk. Auðvitað til fólk sem óheilbrigt og getur ekkert að því gert, en ég var að tala um það óheilbriði að vera aftengdur veruleikanum eins og þetta fólk hér í Reykjavík. Já, og að við getum líka bara, nú sagt á sínu tíma, við getum bara aftengt hérna öll álverinn og annað sko, svo allt fáum við bara príma dæmi það, þá allt það vandamál. Akkurat, þetta átti ekki að skila neinu og skipta engu og þá Þröstur Ólafs og hann Indriði Þorláks og fleiri að skrifa þetta og maður bara í hvaða heimi búiði. Og það var eins og sviðsmyndirnar sem Guðmundur Ingi Guðbrandsson, landverndamaður sem var allt í orðin umhverfisráðherra fyrir Vinstri græna, fór með minnir á COP26. Það voru 5 sviðsmyndir, 4 þeirra gengu eiginlega út á það að fremja efnahagslegt harakiri. Svo sem gekk lengst, gekk út á það að það hætt öllum skeppnu búskap á Íslandi og allir grænmetisætur í þágu umhverfisins. Ég meina hverjum dettur í hug að bera svona borð og þetta var eina sviðsmyndunum sem íslenska sendinefndin var að sýna útlendingum hvað Ísland væri hugsanlega til í að gera til að bjarga loftslaginu. Og á meðan og síðan þess Kínverjar búin að opna, hvað að tala um, 300-400 kolaorkuver. Þetta svo heimskulegt að tekur alla tali sko. Það kannski leiður okkur aðeins aftur inn á olíumálin. Það að sko segjum sem svo að ég veit ekki hver vikumörkin í þessu, en segjum sem svo að þetta væri svona í neðri vikumörkum það hvað olía þarna og þetta kannski ekki að mikill happafengur og raunverulega fyrir hendi. Hvað sko upp á þar svona með þetta að gera, hvar við munum koma til með að standa, hversu mikið lífskjör verða. Hvers konar heimsmynd sér þú fyrir þér ef þú ert með einhverja þannig í huga? Hvar staðsetur þetta okkur í svona þessu? Út af því að núna náttúrulega segja... Já, við erum með auðlind sem vonandi vinnanleg á arðbæran hátt. Og við vitum að það olía þarna. Vegna þess að það olía í jarðvegssýnunum sem eru tekin af hafsbotni. Og olía flýtur alltaf upp. Þannig að olían kemur hérna úr neðan sjávarbots einhvers staðar upp. Þannig að það alveg 100% það olía þarna. Svo það bara í hvaða magni hún og hvað mikið að gasi. Þannig að
til þess að þetta sé arðbært af því að þetta til þess að gera langt frá landi en mun skemur frá landi heldur en mörg svæði sem menn hafa verið að vinna olíu á í 30-40 ár og þetta á minna dýpi heldur en slík svæði og tæknilega einfaldar heldur en slík svæði. Þannig að ef þetta milljarður tunna eða þar bil, þá þetta alltaf arðbært. Og hversu arðbært þetta? Jú, það þannig að Íslenska ríkið mun fá meira segja með við milljarð tunna nógu mikið til að greiða niður væntanlega allar skuldir ríkisins. Bara á einu bretti. Og það verið til mikils að vinna með það vegna þess að í dag það þannig að frá COVID, frá 2019, árið fyrir COVID, að þá eru skuldir ríkisins búin að þrefaldast og vaxtagjöld eru stærsti einstaki útgjaldaliður ríkisins. Vaxtagjöldin kostar meira en Landspítalinn, rekstur Landspítalans, rekstur heilbrigðiskerfisins hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig hvernig ef við förum aðeins yfir svona praktískt eðli það að sækja olíuna og það er núna alltaf að skrifa Daniel Jörgen í The New Map hvernig árið 2008 þegar fracking var svona sett fyrsta laggirnar að það hefði verið umbreytt algjörlega olíuvinnslu. Þú talar gas, þú talar olíu á hafsbotni, þetta hljómar rosalega framandi. Er þetta fracking sem farið að vinna með? Nei, þetta bara hefðbundi vinnsla og það sem gerist í Evrópu upp úr rétt í kringu 1960 að hollendingar finna gríðarstórar gaslindir bara í Norðursjó. Og Norðursjór miklu grynnri, hann nokkur 100 metra djúpur og svo fara Bretarnir af stað og norðmenn 1966 fara þeir fyrst að vinna olíu og gas. Síðan eru norðmenn fremstir í heiminum með að þróa þessa tækni, að vinna út á sjó. Hann maður skoðar til að mynda Tubi, það sem hefur verið að nota norska tækni, sem austur af fyrirgefur Rio de Janeiro, það ortu 4 kílómetra niður á sjávarbotn og svo ortu 4 kílómetra niður undir botnin, 8 kílómetra í heildina, að komast að olíu- og gaslindunum. Þar á góðan hátt búið að vinna olíu, arðbæran hátt, í 17 ár. Og við erum með önnur svæði sem eru jafnvel ennþá ýktar en þetta, þar sem eru komin áratuga reynsla á miklu flóknari framkvæmdir. Og þegar við vorum að semja við Byrgja hérna 2014-15, þá það þannig að maður var að skoða líka samsetninguna hjá norðmönnum og hvernig þeirra efnahagur hafi breyst eftir olíufundina hjá þeim. Að 2015-16 að þá var það þannig að útflutningstekjur norðmanna af þjónustu við olíuleit og vinnslu voru meiri heldur en að sölu af olíu og gasi. Bandaríkjamenn, frakkar eru mjög framalega í þessu líka. Við notuðum franskt fyrirtæki CGG til að fara eitt flottasta svona olíuleitarskip í heimi til þess að gera hljóðbylgjumælingar fyrir okkur. Þannig að við erum með aðgang að tækni sem komin miklu lengra heldur að við þurfum að halda til þess að vinna á ábyrgan hátt hér hjá okkur. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Þetta nefnilega eitthvað sem ég hef líka spurt fyrir þá sem eru svona á móti þessu sem að ég reyndar skil ekki alveg, sérstaklega í dag skil ég ekki alveg sjónarmiðin, eftir 2022 en aftur á móti ef einhver ennþá með efasemdir þá ber ég alltaf fram ákveðna svona hugmyndaleikfimi sem að ef þú myndir spyrja norðmenn í dag hvort að þeir sæju eftir því að hafa farið í olíuleit að þá örugglega ekki einu sinni mestu græningjarnir sem eru tilbúnir til að segja já við því. Það bara, ef við getum farið tilbaka þá myndum við bara sjá til þess að þetta aldrei gert. En meira segja 1990 að það eru til mjög flottir sjónvarpsþættir, heimildamyndaþættir sem á NRK, norsku ríkissjónvarpsstöðinni, sem þetta sjá þá
YouTube, heita bara Olje, sem fjallar oljuævintýri Norðmanna og hvernig það fer að stað og annað. Reynda bara á norsku, en ég skil svo sem norsku, en þar alveg sérstaklega verið að verja tími í það, rétt fyrir 90, 80 og eitthvað, lok 9. áratugarins. Þegar Norðmenn fara á fund til Svíþjóðar til að biðja Svía og Volvo sérstaklega skipti, sem sagt, Norðmenn myndi afsala sér helmingnum af öllum olíu- og gaslindum sem myndi finnast í Noregshafi og Norðursjó á móti því að þeir fengju helmingin í Volvo. Þetta hefur verið dýll aldarinnar fyrir Svía ef þeir hefur haft vita á þessum skiptum. Já, það algjörlega sko. En þá velti ég fyrir mér sko svona praktískum efnum út frá svona, stofnana hagfræðinni í þessu öllu, út af því að mér minnist að vinur minn kom frá hérna fiskeldisfundi, minnir að hafa verið í Noregi, eðlilega, þar sem að hann sagði að sjávarútvegsráðherrann þar hafa verið þar með svuntu að elda ofan í fólk og tala það hvað fiskurinn væri frábær. Já. Ef einhverjum myndi ef að sjávarútvegsráðherra hér myndi detta í hug að gera það með fara á Vestfirði eða eitthvað þannig með Guðmundi Fertram að elda ofan í fólk, að það myndi allt verða vitlaust, bara hvað hann að ganga hagsmuna. Og ég held að það hafi verið eftir hrun sko, þegar Ólafur Ragnar Grímsson var í Kína eða eitthvað að tala íslenska hagsmuni og hvað íslenskar vörur væri frábærar og eitthvað þannig, að þá var það sjálfkrafa orðið tortryggilegt sko, að ráðamenn væri einhvern veginn að ganga erinda hagsmunaaðila. Já, hann var að hampa sérstaklega jarðvarmanýtingu. Já, það var það. Og með honum einhverjir ráðherrar og annað og það var allt brjálað. Og ég þekki nú aðeins til bandarísku utanríkisþjónustunnar og utanríkisþjónusta annars staðar, bresku líka og sænsku og norsku og þar það þannig að 80% af tíma utanríkisþjónustunnar fer í að verja viðskiptahagsmunandi viðkomandi lands alþjóðlega. Ekki að drulla yfir Rússa og elska Palestínu? Nei, og ekki að fara í einhverja minnihlutahópa vernd hér og hvar og allstaðar. Heldur fyrst og fremst að gæta hagsmunum landsmanna og þá fyrst og fremst í kringum viðskipti. Og það var hér frábær sendiherra Robert Barber og svo hætti hann og ég þekkti hann ágætlega og svo tekur við að því að Trump var svo lengi að eftir að hann kom inn á fyrra kjörtímabilinu að setja mann í embættið sem sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi að þá var Jill Esposito sem hefði verið lengi í sendiráðinu, hún var sendiherra og ég fór í svona kveðju hádegisverð sem hún var með, bara nokkrir og þar á meðal var ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins og hún bara las fólki pistilinn. Hún sagði, ég meina, 80%, yfir 80% af mínu starfi fyrir að gæta hagsmuna, viðskipta hagsmuna Bandaríkjanna. Hvað eru þið að gera? Hvers vegna eru þið alltaf bara að tala menning og listir? Má ekki tala hina raunverulegu hagsmuni sem eru þarna, þessa stærstu peningalegu hagsmuni sem raunverulega hreyfa efnahagslífið fram og tilbaka. Og það voru engin svör. Þetta sérkennileg, hvað ég var að segja, mikil mennskubrjálæði í samblandi við minnumáttakend. Já, það fer yfirleitt alltaf saman. Minnumáttakend og mikil mennskubrjálæði. Það eins og að vera manísdepressífur. Það eitthvað svona mjög skrítið við þetta. Og Íslendingar eru snillingar í þessu. Og alltaf að reyna að finna einhverja svona litla fjöl sem þeir geta verið á, sem engin annar er á. En það ástæða fyrir að engin annar er að gera þetta. Þeir átta sig ekki á því. Það var eins og þegar við vorum með formennsku í Norðurslóðaráðinu og Norræna ráðinu, Norðurlandaráðinu, að þá var ákveðið að setja oddinn málefni hafsins. Já, gott og vel, bara fínt. En þá var ákveðið að setja oddinn plastmengun. Og maður svona býtu, hversni erum við að þessu? Hversna töluðu ekki meira ábyrgar fiskveiðar, ábyrgar siglingar, uppbyggingu á siglingarneti, eitthvað sem verið beint okkar hagsmunir. Nei, það var plast í hafinu sem var ákveðið að setja áherslu á. Finnar sem voru á undan okkur, þeir voru bara með áherslur sem snéru beint að þeirra finnsku hagsmunum. Rússar sem tóku við á okkur í Norðurslóðaráðinu voru með það líka, en Finnar voru líka í Norðurlandaráðinu og Svíjar og fleiri með svona áherslur sem snéru bara beint að sér. Við sögðum plastmengun í hafinu. Hversu mikið af plastmengun í hafinu, í Atlantshafinu sem dæmi, kemur frá norðurslóðum? Það bara mælist alla. Þetta kemur allt í gegnum úrgang sem kemur frá Afríku, meira og minna, og
og svo frá Kyrrahafinu með straumum Suður Íshafið þá 90% af plastinu það kemur úr cirka bát 10 ám sem renna til sjávar í Suðaustur Asíu og í Afríku. Hvers vegna vorum við að setja þetta á oddinn? Við höfum ekkert þetta að segja. Það hefur hægt að tala þetta hjá Sameinuðu þjóðunum af því að þar þessi lönd sem ræðir, en að tala þetta hjá Norðurlandaráði og tala þetta í kringum norðurslóðir, það sem löndin hafa ekkert þetta að segja. Það sýnir svona badslega einfeldni. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, ég það var nú að smærri skala sko, en ég man, þetta er svona dagskrárvald þessar svona, ég góð manneskja, ég alveg rosalega, ég man að ég var á fundi á Sameyki, áður en að Þórarinn Eyfjörð hrökklaðist þaðan með 71 milljón, að þá var fundur þar sem að, og ég hvað með nú máls í kjölfari, þar sem að var, sko ég held að vera korter í kjarasamningsviðræður, það átti að innleiða styttingu vinnuvikunar sem að náttúrulega eins og seðlabankastjóri nefndi daginn alveg heimskulegasta framlag íslensk vinnumarkaðar til hagsmuna Íslendinga. Til verðmætasköpunar. Já, alveg, það myndi ekki hafa neinn hárið, sko. Alveg ótrúlegt dæmi. En þar var einmitt sko korter í kjarasamninga og við ákváðum að halda fund Palestínu og Þorsteinn Vaff Einarsson kom þannig og talaði þriðjuvaktina þar sem hann ætlaði að fara að skikka fólk til mismunandi hátta varðaði samskipti sín við hitt kynið. Og ég bara, ekki korter í kjarasamninga, skilurðu? Erum við ekki fara að ganga erinda þeirra sem eru búin að kjósa okkur til starfa í það að beita okkur hagsmunum og við erum Netanyahu að fara að hlusta, Yahya Sinwar að fara að hlusta á þessi erindi? Mér finnst þetta að vera eðli þeirra sem ráða ekkert við aðkallandi verkefni. Þeir snúa sér einhverjum gæluverkefni. Þeir ráða ekki við undirliggjandi stóru málin og bara geta ekki sett sig inn í þau, geta ekki tekið ábyrgð á þeim. Og þá fara að bara tala eitthvað allt annað sem kemur engum við. Þetta auðveldar náttúrulega fólki að fjarlæga sig ábyrgð, sko. Ég held að það sé svolítið vandinn. En svo ég komið nú að spurningunni sem ég var að tala áðan með svona stofnana praktíkina. Og því að ástæðan fyrir ég nefndi þennan sjávarútvegsráðherra Noregs í því að ganga erinda laxeldis og annarra að sko hvernig geta stjórnvöld í rauninni bætt úr skák varða það að gera þetta auðveldara. Ég held að ef að Jóhann Páll myndi koma fram á fundi með þér, þá allt vitlaust. En mér finnst það ekki vitlaust. Hver eru þið vitlaus? Ég meina, hver eru þið brjálaður? Það alltaf sama fólki sem brjálað. Og það alveg sama hvað Jóhann Páll gerir. Hann mun aldrei fá þetta fólk til að róa sig niður. Þetta alltaf sama fólki sem heldur að heimurinn sé að farast. Og ég meina, þú breytir því ekki. Svo þú lagar þetta sem eru þeirra hugðarefni. Þau finna bara eitthvað nýtt. Þau eru alltaf brjáluð. Maggastín alltaf brjáluð. Það alveg saman hvort sé út af húsnæðismarkaðnum, út af einhverjum verkalýðsmálum, út af innflytjendamálum eða Palestínu. Það skiptir engu máli, hún finnur sér alltaf eitthvað nýtt. Þannig að hugsum aðeins það, ef að 2/3 þjóðarinnar vilja þetta, látu þá þjóðin að fá það sem hún vill. Ef að stjórnmálumenn ætla að gera gagn, að þá eiga þeir ít undir verðmætasköpun. Þannig að verðmætasköpun býr til styrkari skattstofna og bara betri lífskjör fyrir alla. Þannig að þeir eiga þá að fara í það að laða til landsins öflug fyrirtæki,
En það gerist ekki með ríkis íhlutun, það gerist fyrst og fremst með því að einfalda innkomu alþjóðlegra aðila, með því að vera með tvísköptunar samninga, með því að fella niður sér stökgjöld sem eru á Íslandi. Það verið að byggja hérna til dæmis gagnaver og það ekki verið að selja neitt að það þjónustu hér til íslenskra fyrirtækja, en tölvurnar sem kom í gagnaverið þurfa að borga virðisaukaskatt. Hvað rugl þetta? Hættum því. Síðan í reglugerðar fargani að það alls konar reglugerðir sem var ekkert mála að afnema, sem bara hamla verðmætasköpun. Þannig að ef að stjórnmálumenn ætla að gera gagn, þá það svona að einfalda uppbyggingu hér. Já, og ertu bjartsýnn gagnvart þessu? Mér finnst það tónninn svolítið hafa verið slegin á nýjan hátt. Ég bara viðurkenni það. Ég meina, ríkisstjórnin sem var þar á undan var hreinlega hræðileg, algjörlega hræðileg og gerði bara hverja vitlausuna á fætur annari. Þannig að það aðeins nýjir vindar sem að blása og ég fagna því. Ég myndi auðvitað vilja að þeim myndi blása svolítið hvassar, þannig að þeim myndi ná meiri árangri í að breyta hratt, en ég tek því sem kemur. Já, ég fekk eina spurningu hérna, ég fengi þetta nokkra spurningar. Hvar stæðum við í dag ef við hefum fengið að vita hvar olía væri að finna á íslenska landgrunni árið 1971? Það að segja, ef að sjómílunar hefði ekki farið nægilega langt, hvar stæðum við í dag? Já, fyrir á olíufélagi sem ég fór fyrir Eikon, héti mitt eftir Eyjólfi Konráði Jónssoni, sem var ótrúlega framsýnn maður. Og hann var maður sem vildi að búinn til fjármálamarkaður á Íslandi, skrifaði fyrstu lögin í kringu það, gátt bók hlutafélagaformið, hvernig þetta byggit allt upp. Og hann var maðurinn sem eftir að var mikill maður í að hjálpa til við að útvíkka landhelgina, en síðan að verja líka hagsmuni Íslands varðandi ekki bara fiskinum í sjónum, heldur líka auðlendum á hafsbotni. Bæði þá hugsanlegur í námuvinnslu en líka olíu- og gasvinnslu. Og þá var það ekki bara í kringu Jan Mayen, það var líka Hatton Rockall og núna gerist það bara í upphafi ás að við fengum yfirráð yfir stærstu hluta af þessu Hatton Rockall svæði sem svolítið langt vestur af Írlandi, af því að jarðskorpa Íslands nær meir og minna hérna út af þessum kletti sem stendur stakur og heitir Hatton Rockall. En þarna var einhver maður sem þótti svolítið sérvitur, hann var ritstjóri Morgunblaðsins og var ráðherra og gríðarlega öflugur og fær maður, að hann var svolítið einn í þessari baráttu. Þannig að okkur fannst magna hvað hann einhvern veginn náði að halda þessum hagsmunum til streitu og Norðmenn voru tilbúnir að semja. Þannig að ég eignaði honum á miklu leyti og svo var ungur þingmaður á þeim tíma, 1976, Ólafur Ragnar Grímsson, sem allt í einu stökk inn í hópinn með Eyjólfi Konráði og vildi styðja hann í þessari vegferð. En aðrir bara hristu hausinn og sagði, við verðum aldrei nein þjóð til að vinna olíu og gas, það eru bara stóru ríkin í því. Og þetta svolítið svona lenskan, má kannski segja, með utanríkismál Íslands, að við tölum okkur niður á vitlausum stað og svo tölum okkur upp á okkur kolröngum stað. Það var annar sem vildi fá að vita hérna hvort að við gætum staðið undir því að vinna þessu olíu á einhverju leyti eða þurfum við alfarið að reiða okkur á erlenda aðila og Norðmenn? Já, við viljum náttúrulega fá aðila sem eru bestir í sinni grein til þess að vinna á þetta sem hagkvæmastan hátt. Og ég myndi aldrei láta reyna á það í dag að komi kínverskt fyrirtæki til Íslands. Það var hægt þarna 2012-13 vegna þess að hann íbúið að undirrita fríverslunarsamning við Kína og þetta var áður en að Xi Jinping tók við og Kína var á aðeins annarri vegferð þá heldur en nú. Ég geti náttúrulega aldrei komið með eitthvað rússneskt olíufélag. Það hefði meira þess að flogið þarna 2012-13 fyrir innrásina eða fyrir innlimun Krímska 2014. En við þurfum alþjóðlega aðila til að gera þetta. Síðan gerist það þannig að við erum með íslenskt félag sem á 15-20% með þessum alþjóðlegu samsteypum sem eru ríkisolíufélag Noregs og svo einhver stór alþjóðlegur aðili. Að það verður náttúrulega heilmikil yfirfærslu og þekkingu í þessari starfsemi. Orkustofnun á Íslandi lærir rosalega mikið, þeir verða í dýpra samstarfi með norsku orkustofnunni. Norska ríkisolíufélagið er með innanborðs alveg gríðarlega sérþekkingu sem fer líka til Íslands. Þannig að
í fyrsta svona verkefninu þá engar forsendur til þess að Íslendingar gerir þetta einir og sér. Þegar koma síðan fleiri leyfi sem eru búin út, þá smá saman alveg eins og gerðist með álverin þegar þau voru fyrst byggð hér eða fyrstu vatnsaflsvirkjanirnar, að það var hannað og smíðað meira og minna af erlendum aðilum. En núna upp á síðkastið, við hönnum okkar vatnsaflsvirkjanir sjálf, við hönnum okkar álver, getum hannað álver sjálf og höfum verið að flytja út þekkingu í kringum þetta. Þannig að þetta kemur að því, en ekki í fyrsta leyfinu. Það gengur ekki. Þá látum það vera loka spurningu. Það var einn sem að spurði, sko, nú hefur þú mætt í viðtöl og annað og sagt að í rauninni ríkið þurfi ekkert að koma að þessu, að undanskildu því að vera ekki fyrir. Hægt að slá því föstu að, mann ekki nákvæmlega hvernig orða það, slá því föstu að skattgreiðendur muni ekki koma til með að bera skarðan hlut frá borði ef að þetta ekki fyrir hendi? Já, vegna þess að milliríkjasamningur eins og þetta byggir á við Norðmenn og undir þeim samningi kemur Petoro inn. Þannig að allar tölur, það eru haldnir svona leyfisfundir og allar tölur eru vottaðar af þá íslenska fyrirtækinu, alþjóðlega stóra olíufyrirtækinu og svo norska ríkisolíufélaginu. Og líkurnar á því að norska ríkisolíufélagi færi að taka þátt í einhverju hanki-panki eru engar. Öll þeirra orðspor undir. Og þannig að það algjörlega ljóst að það sem framleitt þarna, kostnaðurinn við það, tekjurnar af því verða alltaf færðar rétt til bókar. Það eru hagsmunir allra í hópnum og þannig að skatttekjurnar sem síðan eru bara hlutfalla rekstrarhagnaði, þær mun alltaf berast. Og með þeim orðum þá ljúkum við 500. þætti. Já, Hlaðarsins ein pæling. Nú ef að þið viljið þetta á undan öðrum og án auglýsinga, þá farið sjálfsögðu á partus.is/ein pæling. Heiðar Guðjónsson, takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst. Heiður minn, takk kærlega Tóti, takk.